Góðan daginn og það mjög gleðilegt að sjá hvað eru margir hérna að hlusta á þessa niðurstöður og það mjög gaman að sjá mikið af fólki sem ég þekki, mikið af fólki sem búið að vinna með mér núna næstu á 3. ár í þessu verkefni og lagt mjög mikið á sig til þess að þetta komi vel út fyrir okkur og fyrir vinnustæðina líka. En ég ætla semst að tala svolítið niðurstöður þessa verkefni. Þetta náttúrulega byrjaði 2011 og það mjög mikið af upplýsingum sem komu út úr verkefninu og ég mun náttúrulega aldrei geta komið með allt í dag, en ég ætla samt að reyna að tala svolítið þessi, tengja það svolítið við markmiðin sem við settum okkur og líka akkur erum við að gera svona fjarverustefnur. Og hérna, það sem grein í ársritinu sem á borðinu hjá okkur sem þið megið taka með ykkur heim. Þar stór grein virkan vinnustað og mikið betri lýsing á sem sagt ferlinu. Þannig, en ég ætla bara að þakka þessum fyrirtækjum og stofnunum sem voru með mér í þessu verkefni. Það var á Akureyri og hérna í Reykjavík og í Grindavík og í Garðabæ og við fórum líka víðar. Það voru nokkur sem duttu úr svona í byrjun en flestir héldu bara áfram. Það byrjuði 1500 manns í verkefninu en það enduðu 1400. Þannig að það var svona aðeins fækkað aðeins á leiðinni. En við vorum semst með deild á 4 sjúkrahúsum á Akureyri, við vorum með IKEA og við vorum með fólk í framleiðslustörfum og svo vorum við marga leikskóla, bæði á Akureyri og í Reykjavík og í Garðabæ. Já. Þannig ég ætla bara, tilgangur verkefnisins var náttúrulega fyrst og fremst að það yrði viðhorfsbreyting á vinnustöðum, að það væri pláss fyrir okkur öll, þó við værum með skerta starfsgetu, að það væri gert ráð fyrir að við gætum komið tilbaka í vinnu. Við vildum líka stuðla forvörnum inn á vinnustæðum, en fjarverustefna mjög gott forvarnartæki til að finna starfsfólki sem á erfitt í vinnunni og reyna að koma til móts við það áður en það kannski fellur af vinnumarkaðinum, af því það náttúrulega mikið betra að reyna að komast hjá því að þurfa að hætta að vinna. Við vildum líka kenna stjórnendum að nýta sér fjarverutölur sem stjórntæki og nýta þessa tölu þannig að við getum fylgst betur með hvernig hún skiptist hjá þeim fjarveran. Auðvitað eru all fyrirtæki að skrá hjá sér hver fyrir veikindi og hver ekki og fólk á ákveðin veikindarétt. En þegar þetta verkefni byrjaði þá voru ekkert mjög marg fyrirtæki sem gátu sagt alveg hver mín fjarvera. Í dag eru mikið fleiri fyrirtæki að leggja áherslu á að skrá þessar tölur og fylgjast með hvernig það dreifist milli skammtíma og langtíma veikinda. Áherslur í fjarverustjórnun eru náttúrulega þessi. Við viljum finna fólkið sem inn á vinnustaðnum og veikt eða ekki að geta mætt í vinnuna nógu vel vegna þess að það eitthvað að. Og við innleitum alls konar verkferla til þess að reyna að hjálpa yfirmönnum að finna þetta fólk með því til dæmis að nota þessi fjarveruviðtöl. Og þessi fjarveruviðtöl sem við innleitum með þessu verkefni, þau byggja á upplýsingum vinnustæðin, ekki veikindi. Og við lögum mikla áherslu á að það aldrei skráð, það neinar heilbrigðisupplýsingar á þessi viðtöl, heldur þetta viðtöl vinnustæðin. Þannig að við erum að reyna að finna út akkur það eitthvað hérna á vinnustanum sem veldur því að þú getur ekki mætt í vinnuna eins og mætti búast við að þú ættir að geta. En auðvitað í leiðinni þá náum við í þetta fólk sem kannski ekki veikt, kannski að taka sér veikindadag þegar ætti ekki að vera að því. En það ekki kannski fyrst og fremst það sem við erum að hugsa í sambandi við þessa fjarverustefnu. Allir vinnustæðinni fóru í gegnum mikið ferli og þetta var rosalega mikið vinn í byrjun og það var svolítið mikið kvartað og það var mjög skiljanlegt. Það fóru allir í þarfagreiningu en undir lokin þá voru vinnustæðinni farnir að segja hvað þetta var reglulega að skipta máli, hvað þið gerðu þarna í byrjun. Þannig það mjög mikilvægt að fara vel af stað, skoða vinnustæðin sín og finna út hvað erum við að gera vel, hvar mættum við bæta okkur og það sem við gerðum að við reyndum að hjálpa þeim að setja sér mælanleg markmið. Þannig að ef það voru ykkur atriði sem voru ekki í lagi eða þeir vildu bæta þá settu þeir inn ykkur
í hlutun og síðan reyndu þeir að mæla hvort að þetta væri að virka. Það sem við vorum að gera, erum við að bæta það sem við þurftum að bæta. Og svo innleiddum við þessi skammtímafjarveruviðtöl. Það er mikið ítarlegra að tala þetta í greininni. En það er mjög mikilvægt að það sé góð fræðsla í kringum þessi samtöl. Sérstaklega, og ég var mjög vör við það í verkefninu til að byrja með, að fólk var mjög neikvætt gagnvart þessum viðtölum og fannst þetta vera afskiptasemi og skildi ekki hvað þetta var í rauninni mikið gott fyrir þig sem starfsmann, að þú fáir tækifæri til að koma og segja hvað kannski að gerast og sem að valda því að þú átt erfitt með að mæta í vinnuna. Þannig að ef enginn opnar á þessu umræðu, þá kannski fer hún bara fram hjá öllum og að lokum með fólk bara fari í langtíma veikindi. Þannig að það er mjög mikilvægt að vera með góða fræðslu. Það var sérstök fræðsla fyrir þá sem áttu að taka viðtölin, en svo er líka mjög mikilvægt að vera með góða fræðslu fyrir starfsmenn. Þannig að þeir skilji þetta forvarnar hlutverk sem þessi fjarverustefna hefur og þessi samtöl. Og flestir vinnustæðinni settu sér líka heilsustefnu. Þetta er fræðsluáætlunin sem fylgdi verkefninu. Við fengum utanaðkomandi aðila til að vera með flesta þessa fyrirlestra. Það voru sérfræðingar á því sviði og þetta var allt saman vinnustöðunum að kostnaðarlausu. Síðan í lokin að þá buðum við upp á 3 fyrirlestra og vinnustæði máttu velja sér einn sem þeir höfðu mestan áhuga á. Við vorum með mælitæki til að reyna að mæla hvort að þetta var að gera eitthvað, hvort það kæmi eitthvað út úr þessu. Við notum spurningakönnun bæði í byrjun og í endan. Það var spurningakönnun vinnustæðin og veikindafjarveru og verkefni. Náttúrulega í lokin þá bættum við spurningum. Fyrirtæki Maskína sjá báðar þessar spurningakannanir. Þær voru sendar út rafrænt, en ég fór líka á vinnustæði og safnaði á pappír fólk sem vildi ekki og var ekki með aðgang að tölvum. Við þýddum þessi spurningakönnun yfir á ensku og pólsku og reyndum svona að ná upp svarhlutvallinu til þess að þetta væri áræðanlegt það sem væri að koma út úr þessu. Við hönnuðum lykiltölublað, það var sérstakur lykiltöluhópur sem var settur á stað og í honum voru þáttakendur vinnustæðana og við byggum til nákvæmar leiðbeiningar. Við fundum það út að það þurfti mjög nákvæmar leiðbeiningar hvernig átti að safna og skrá þessum tölum þannig að við gætum borið okkur saman. Af því að ef það voru ekki nógu nákvæmar leiðbeiningar þá voru fyrirtækin að gera þetta mismunandi og þá gátum við ekki sagt hvort það væri ykkur samanburður. Þannig að við sáum það mjög fljótlega að við þurftum að endurgera þetta og við söfnuðum þannig lykiltölum fyrir 2012, 13 og 14 sem voru árin verkefnisins. Þessi lykiltölublöð og leiðbeiningar er hægt að nálgast á heimasvæði VIRK og það er líka hægt að nálgast öll þessi samtalsform á heimasvæði VIRK. Þetta er lykiltölublaðið og það er mjög busy og kannski er flókið en það er í rauninni ekki mjög flókið. Það er einu svæðin sem þarf að fylla út í eru þau sem eru lituð eins og appelsínugul. Síðan eru læstar formúlar þarna inni sem að reikna út allar tölur. En það sem er mest fylgst með er hlutfall fjarveru og tíðni fjarveru. Og það er mjög mikilvægt að safna báðum þessum tölum vegna þess að þær segja manni sitthvort. Ef þú ert með háa tíðni þá ertu mjög líklega með skammtíma fjarveru vandamál. En þú veist ekki hvers konar vandamál þú ert með ef þú ert bara að safna hlutfall fjarveru. Þú verður að safna skammtíma fjarveru og langtíma fjarveru. Vegna sem svo sjáið að fyrir 2012 þá var hlutfall fjarveru 4,38% af virkum vinnudögum. Vinnudögum sem eru virkir, ekki helgar. Og 2014 þá voru það 4,55% sem ekkert mjög mikið breyting. Þannig að þú myndir halda að þú væri bara með alveg eins, en ef þú fer og skoðar, þá sérðu að meiri parturinn af fólkinu sem er veikt árið 2012 er í langtímaveikindum. 50% af veikindunum er í langtímaveikindum. En árið 2014 þá er það í skammtímaveikindum. Þannig að það er mjög mikilvægt að skipta þessu niður í skammtíma og langtímaveikindi. Annars verður svo erfitt að átta sig á hlutum. Líka litlir vinnustæðir, það þarf bara einn aðila til að fara í langtímaveikindi til að keyra þessa tölu hlutfall fjarveru upp í 10 eða 13%.
þannig að það eru kannski 90% af starfsmönnum allir með mjög góða fjarveru, en svo ertu með einn sem keyrir þessa tölur rosalega mikið upp, þannig að það er mjög mikilvægt að safna þessu að sikuru lagi. Og svo söfnum við líka kostnaði, semst við fengum sendan inn launakostnað og gátum reikna út hvað þetta var að kosta fyrirtækin, þessi fjarvera. En auðvitað er þetta ekki kostnaðar sem situr á bókinu, þetta er meira hvað kostar allir þessi tími sem fólk er í burtu og meira bara sem upplýsingar. Ef við skoðum fyrst niðurstöðu frá spurningakönnunum þá var 63,5% svarhlutfall hjá okkur sem er talið vera nóg til að við segjum að sé áreiðanlegt. Það voru 26% karlar sem svöruðu og 74% konur. En það sem er athyglisvert við þetta er að meiri parturinn af körlum sem svöruðu í þessari spurningakönnun og voru líka þátttakendur í þessu verkefni, unnu hjá einkareknu fyrirtækjum, á meðan það voru konur sem unnu mikið frekar á opinberu vinnustöðunum. Og við þurfum að hafa það svolítið í huga þegar við skoðum niðurstöðuna til dæmis úr lykiltölunum, af því að opinberu vinnustæðir eru með hærri fjarverutölur. Svo sjáðu hérna aldursdreifinguna og greinilega þessi yngri höfðu ekki mjög mikinn áhuga á þessari spurningakönnun og rúmlega 50% þeirra sem tóku þátt núna tóku þátt síðast og meiri parturinn var með háskólapróf eða framhaldsskólapróf af þeim sem tóku þátt. Þessi tafla, hún er í greinin ykkar í ársritinu, þannig ég ætla ekki að fara mjög mikið í hana, bara að benda ykkur á að við náðum markmiðum okkar í sambandi við það að það væri sérstök umfjöllun viðbrögð við veikindafjarvistur í stefnu. Þegar við byrjuðum þá voru 38% sögðu já, en þegar núna þá eru 64% sem segja já. Og það eru líka færri sem segjast ekki vita af þessu. Þannig að þar náðum við okkar markmiði. Við náðum líka okkar markmiðum í sambandi við að það væri vinnureglur endurkomu til vinnu, en það er náttúrulega ekki eins mikið og það voru 11% sem sögðu að það væri svoleiðis þegar við byrjuðum, en þegar við gerðum könnuna núna þá voru það 25%. Og það er náttúrulega ekki mjög mikið og það eru mjög margir sem segja ekki vita af þessu. En það er náttúrulega ekki eins það eru mjög fá langtíma veikindi venjulega á flestum vinnustöðum, það er kannski einn og einn hér og þar. Og 50% af þessu fólki var ekki með frá byrjun, þannig að getur alveg verið partur af skýringunni að þetta er ekki eins mikið vitað þetta. En það er líka annað að þegar maður setur sér svona fjarverustefnu, þá þarf maður að haldin á lofti allt árið, svona 3-4 sinnum yfir árið á starfsmannafundum, tala hver er okkar viðmið, hvað erum við tilbúin að gera til að hjálpa þér til að koma tilbaka til vinnu. Þannig að það er ekki nóg bara að búa til stefnuna og vera með viðmið og gera svo ekkert meira við hana. Þá mun þetta alls ekki virka og svo er annað að það tekur alveg, þið mun ekki fá neina framför eftir fyrsta ári og ekki eftir annað ári kannski og ekki, þetta tekur tíma. Það er sagt að ef þú ert að innleiða nýja stefnu, þá tekur það alveg 3 ár að hún taki sig. Fólk veit ekkert hvað er að gerast fyrsta árið, svo hefur það svona smá tilfinningu og enda fann ég það bara í lok á 3. árinu hvað þátttakendur sem voru með okkur voru farnir að fatta hvernig þetta virka og nota samtölin og finna að þetta var að virka hjá þeim. Þannig að þetta er það sem fór fram hjá þeim. Það vantar eina glæri hérna. Já, heyrðu, það var hérna, að því það var svolítið athyglisvert í henni. Það er í ársritin ykkar, þá er önnur stór tafla þar sem er skipt niður milli skammtíma og langtíma veikinda. Og það kemur í ljós að það er náttúrulega hærri fjarvera hjá opinberum vinnustöðum, heldur hjá einkareknum vinnustöðum og það munar næst í helming í fjölda daga. En ef maður skoðar svolítið hvernig þetta skiptist milli langtíma og skammtíma veikinda, að þá er ekkert mjög mikill munur milli opinbera vinnustaða og einkarekinna vinnustaða þegar kemur af hlutfall fjarveru og fjölda daga. Ég held að sé 5 dagar og 7 dagar. Já, það er semst hjá opinberum vinnustöðum þá er þetta 8 dagar en hjá einkareknum vinnustöðum þá er þetta 6 dagar. Það munar 2 dögum. Munurinn, hann er hérna þegar við förum og skoðum langtíma veikindin. Þar eru 8 dagar hjá opinberum vinnustöðum á móti
rúmlega 2 hjá einkareknum. Og það líklega stóra skýringin á því af hverju opinberir vinnustæðir eru með hærri tölur. Vegna þess að langtíma veikindaréttur mikið meiri inn á opinberum vinnustöðum. Þannig að það ágætis fjarvera, ég meina, og þess vegna svo mikilvægt að skoða skiptinguna. Þannig að maður sé ekki bara sitandi með ykkur eina stóra risa tölu og þú ert kannski með alla sem eru mjög góði starfsmenn og mæta bara, það eðlilegt að vera veikur. Það ekkert fyrirtæki að reyna að fá enga fjarveru, ekkert. Þannig að mikilvægt að skoða þetta í þessu ljósi. Og síðan eru ýmsar aðra skýringar líka að konur taka meiri veikindafrí heldur en kallar og það hefur sýnt sig í öðrum löndum og í öðrum rannsóknum. En það ýmislegt sem fyrirtæki geta gert til þess að bæta mætingu og hafa áhrif á starfsánægju og það til dæmis þetta að geta þróast í starfi og meiri parturinn af þeim sem tóku þátt, þeir segja að þeir eru sáttir við það sem þeir geta gert til þess að þróast í starfi. En þegar þessi spurning var skoðuð í samhengi við starfsánægju og vinnuálag, að þá það fólk sem segist óánægt og undir miklu álagi, það ekki eins ánægt með þá möguleika sem það hefur til að þróast í starfi. Og þetta vinnur svolítið saman. Þú veist, þetta hefur áhrif á hvort annað. Þannig að það mjög mikilvægt að gefa fólki tækifæri til þess að þróast í starfi. Það hefur áhrif á starfsánægju sem hefur áhrif á mætingu. Líka heilsueflandi átak inn á vinnustöðum. Það voru næstu 80% fyrirtækja sem bjóðu upp á einhvers konar heilsueflandi úrræði, líkamsræktarstyrkir voru algengastir en líka heilsusamlegu matur í mötuneyti og samgöngustyrkir og ýmsir gönguhópar í vinnutímum. En þegar maður skoða þessa spurningu líka í tengslum við starfsánægju og vinnuálag, þá voru þeir sem voru ekki ánægðir í vinnunni og undir miklu álagi, þeir voru gjarnari á að segja að þeir inni hjá fyrirtæki sem væri ekki að bjóða upp á einhver heilsueflandi úrræði. Þannig að þú veist, það svona eitthvað svona til þess að hugsa um. Við skoðum líka þetta fólk sem við erum að reyna að finna, sem veikt í vinnunni. Við spurðum á síðustu 3 mánuðum, fórstu í vinnuna þegar þú hefði kannski átt að vera heima því þið leið ekki nógu vel. Og 56% þeir sögðu að þeir höfðu gert það og konur segjast frekar mæti vinnuna veikar heldur en karlar. Yngra fólk, það segist líka mæti vinnuna veikt frekar en eldra fólk og þetta kom líka í ljós í BHM-könnuninni að yngra fólk, það mæti frekar veikt í vinnuna. Þegar við erum að tala um veikt, þá auðvitað höfum við öll mætt í vinnuna veik og við erum ekki að segja að maður ekki mæti í vinnuna þó maður sé eitthvað aðeins. En máli bara að fólk sem með mjög háa fjarveru, það yfirleitt fólki sem segist mæta helst í vinnuna veikt. Þannig að það mjög mikilvægt að finna þetta fólk, þannig að við getum komið til móts við það, þannig að það fari ekki í langtíma veikindi. Og þetta líka tengist líka óánægju í vinnu og vinnuálagi. Kemur þessi punktur að starfsmenn sem voru veikir fleiri en 7 á síðasta ári, þeir voru líklegri að mæta í vinnuna veikir, 78%, á móti þeim sem voru aldrei veikir, það voru einungis 23% af þeim sem sögðust hafa mætt í vinnuna einhvern tímann veikir á síðustu 3 mánuðum. Þannig að þess vegna svolítið mikilvægt að hugsa um þennan part. Og við líka spurðum, af hverju ert að mæta í vinnuna veikur? Og þá það náttúrulega við sjálf sem fáum okkur til að fara og þetta það sem aðra rannsóknir að sýna líka. Að það við sem okkur finnst við verða að fara því við erum með eitthvað verkefni og við getum ekki sinnt þeim, það enginn sem sinnir þeim kannski. Við vinnum, til dæmis þegar maður vinnur í umönnunarstörfi, þá maður náttúrulega vinnur maður með fólk og maður kannski finnst maður þurfa endilega að mæta. En það líka fólk þarna sem segist hafa orðið fyrir þrýstingi frá samstarfsmönnum og síðan frá yfirmönnunum sínum. Við spurðum af hverju þú varst veikur og það var náttúrulega algengast var umgangspestir. En síðan þarna stoðkerfisvandamál og það stæðst í flokkurinn hana. Og síðan stress, streita og geðræn vandamál. Það var líka hægt að haka við það og síðan var annað og það var alls konar sem kom þar.
En algengust ástæði fyrir að fólk fer að vinnumarkaði og kemur til dæmis inn til virk, að það stoðkerfisvandamál og geðræn vandamál. Og mér langaði líka að segja í sambandi við, já ég kannski kem að því seinna ef ég hef tíma. En við, já maður þarf alveg að hlaupa þetta, hvað á ég mikið eftir? Er ég með nóg tíma? Já. Brill. Ok, þá kannski segi ég ykkur aðeins frá þessu í sambandi við veikur í vinnuna vegna þess að eitt fyrirtæki sem tók þátt í þessu með okkur, þau ákveðu að fara í að tengja veikindadagana við bónusa. Og eftir því sem þú varst meira veikur því lækkaði þessari bónus og þegar þú varst komin í ákveðin fjölda daga þá mistur alveg bónusinn og ég held þetta hafi verið ykkur 6 dagar. Þú gast semst verið veikur held ég 5 eða 6 daga á ári og fékkst samt bónus. En þannig að það var svona athyglisvert að sjá hvernig myndi þetta fyrirtæki svara í spurningakönnuninni. Er fólk að mæta þar meira veikt? Og það sem kom í ljós að þar var lægsta prósentan sem sagðist mæta í vinnuna veikur. Þannig að það var svolítið athyglisvert. Að það var semst ekki að valda því. Fólk var ekki að mæta í vinnuna veikt af því það var hrætt að missa bónusinn. Allavega þeir sem svöruðu könnunni hjá þessu fyrirtæki, þeir voru töluvert fyrir neðan meðaltalið. Þannig að það að gefa bónus fyrir það hafði ekki, allavega ekki út frá þessum tölum, neikvæð áhrif. Þannig að og þegar þeir innleiddu þetta kerfi, þá lækkaði prósentan hjá þeim hlutfall fjarveru 2% sem mjög mikið. Þannig að það ýmislegt sem hægt að gera og auðvitað fyrirtæki geta kannski ekki verið að borga svona bónusa. En þegar maður skoðar hvað þetta kostar fyrirtækin, öll þessi fjarvera, þá, spyr maður sig, að það ýmislegt hægt að gera sem að geti haft áhrif á þessar fjarverutölur hjá fyrirtækjum. Og maður á alls ekki að henda hlutum að borðinu, en það ýmislegt neikvætt við svona bónusa líka. Þannig að maður þarf náttúrulega að vega og meta hvað maður vill gera. En síðan var niðurstöðu Lykiltölublaðsins að þá tókum við saman meðaltal fyrir 3 árin áður en við byrjuðum verkefnið og þar söfnuðum við bara fjölda daga, þannig að það var ekkert brotið niður á neinn hátt. En svo söfnuðu þetta frá 2012-14, það frá Lykiltölublaðinu og þá getum við séð að meðaltalið var 6,2% sem þýddu 16 dagar í veikindi á ári á hvert stöðugildi. Og ef við skoðum það hjá einkareknum fyrirtækjum þá voru það 9 dagar á móti 19 dögum hjá opinbera geiranum. Ég ruglaðist, hér kemur náttúrulega glæran, En við sjáum náttúrulega það ekki rosalega mikill munur, það munar náttúrulega nokkrum dögum, en munar. Munar 6 dögum. Þannig að, það mjög mikið, og það líka annað mikið átt að hugsa að bak við þessa tölu kannski ein manneskja, á meðan á bak við þessa tölu allir hinir 20. Af því það svo fáir oft sem fara í langtíma veikindi. Þannig að við viljum meina að það mjög mikilvægt að safna þessum tölum, en eitt ári getur maður verið með kannski 4% í hlutfall fjarveru, svo fær maður kannski 2 í langtíma veikindu og þá maður komin upp í 14% eða 11% og þá verða allir svo leiðir og þeim finnst þetta ömurlegt þegar í rauninni ennþá mjög góð mæting. Og það mjög erfitt að ráða við langtíma veikindi. Fólk fyrir langtíma veikindi, það fær alvarlega sjúkdóma og þarf að fara að vinnustæðnum. Þannig að það erfiðara að eiga við það. Þess vegna mjög mikilvægt að hafa það í huga líka. Ég reyndi líka að skoða svolítið hvað gæti verið ástæðan fyrir því að það væri kannski svona mikið meira hærri tala á opinberum vinnustöðum og þá hafa rannsóknir sýnt að það meiri veikindafjarvera hjá konum og það náttúrulega mikið fleiri konur sem vinna á þessum opinberu vinnustöðum sem við vorum með í verkefninu. Það líka hærri hjá starfsmönnum sem í fullu starfi, hjá starfsmönnum með lægri laun, þeir með meiri fjarveru, hjá þeim sem hafa verið lengur, hjá vinnuveitandanum, fólk sem í vaktavinnu. Það líka þegar atvinnuleysi lítið, þá meiri fjarvera. Þá fólk ekki eins mikillir hættu á að missa vinnuna.
Þannig að þetta ótrúlegt að alltaf þegar maður fær, það eins og maður fær ykkur réttindi og maður notar það alveg í botn, skiljur. Þú veist, þetta ávið allt og mannin bara, þegar honum létt lyftiputtinn, þá bara étur hann hendina. Þannig að eftir því sem réttindi til veikindafjarveru meiri, því meiri eru fjarveru. Og það fullt af rannsóknum sem búin að sýna þetta. Að því meiri sem veikindaréttindin eru, því meiri fjarveran. Þannig að en almennt eins og ég sagði, þá sagt að það meiri veikindafjarvera á opinberum vinnustöðum. Það erfitt að bera saman á milli landa vegna þess að það hvergi talið eins einhvern veginn og það verið að gefa upp tölur sem segja prósentur af vinnumarkaðinum. Þeir sem eru á vinnualdri, hvað mörg prósent í burtu af vinnustæðinum. Það allt annað en við erum að telja. Þannig að, og tölur, það erfitt að bera saman svo Ítalíu þar sem 0,8% hlutfall fjarveru, en þessar tölur eru byggðar á einhverju spurningakönnun sem var send heim til fólks, á meðan hún kannski 10% í Noregi, en það byggt á spurningakönnun og alls konar tölum frá vinnumarkaðinum og alls konar hlutum. Þannig að það mjög erfitt að bera saman, en ég fann þessa rannsókn frá 2014 sem var rannsókn á opinberum vinnustöðum í Danmörku og Noregi og það voru bara konur og þær voru í aðhlynningarstörfum og árið 2008 þá var 11,6% hlutfall fjarveru hjá þeim og í Danmörku 8,4% og þeir voru líka að skoða þennan mismun á milli Noregs og Danmörku vegna þess að velferðarkerfið mjög svipað. En í Danmörku að þá hægt að segja fólki upp samkvæmt þessari grein þegar þú ert í burtu lengi. Þannig að þeir töldu að það gæti verið að hafa áhrif þarna, að fólk færi ekki svo mikið lengi í burtu, af því það væri meiri hættu að missa vinnuna. Og svo setti ég bara upp hérna tölurna frá okkur frá 2014 á opinberum vinnustöðum 7,6% og tíðni 5. Og þessi tíðni þarna hjá þeim, Noregur með 11,6% og tíðnin 2, það þýðir að fólk var 2 sinnum veikt á ári með þessa háu hlutfall fjarveru. En það sem ég segi, sko, það erfitt, maður veit ekki alveg hvernig þeir eru að safna þessum tölum. Síðan í lokin vil ég bara segja, leggja áherslu á að það sé sett í gang öflug fjarverustefna sem á við alla á vinnustæðinum og þið innleiðið þessi tól og tæki sem við vorum búin að búa til í þessu verkefni og allir fari í viðtal fjarveru ef að farið yfir viðmiðið. Vegna þess að annað skapar bara leiðindi inn á vinnustæðinum. Vegna þess að þetta bara samtal vinnustæðin. Þetta ekki samtal veikindin sem þú ert með, heldur dagana sem þú varst í burtu og hvað getum við gert og hvað að gerast inn á vinnustæðinum sem veldur þú getur ekki mætt. Það skiptir öllu máli að halda þessari stefnu á lofti, láta vita af henni nokkur sinnum yfir árið, þannig að fólk viti hvað vinnustæðurinn til í að gera fyrir þig sem starfsmann og svo mjög mikilvægt að vera með góða yfirmenn og þeir spila mjög stórt hlutverk í því að fjarverustefna virki vegna þess að ef starfsmenn ekki í góðu sambandi við yfirmann sinn þá hærri fjarvera og rannsóknir á Finnlandi, til dæmis þessi finnska rannsókn, hún benti til að ef það var góð sambönd milli yfirmanns og undirmanna þá hafði það áhrif á bæði skammtíma og langtíma veikindi. Þá held ég sem bara búin. Takk fyrir.